og tíminn til þess nú en ekki seinna. Stjórnmálamenn og hagsmunaaðilar hafa lengi þráttað hvað aðildarsamningu við ESB muni fela í sér, hvað takist og hvað ávinnist. Það má halda slíkum þrætum áfram endalaust, en svarið fæst einfaldlega ekki fyrir að gengið til formlegra aðildarviðræðna. Ég tel að aðildurinn gagnast íslensku launafólki og fjölskyldum þeirra á ýmsan hátt, eins og við lækkun matarverðs, lægri óverðtryggðum húsnæðisvöxtum, lægri verðbólgu og stöðugu gengi. En auðvitað verðum við að setja fram vandaða skilgreiningu samningsmarkmið í mikilvægum málaflokkum, jafnvel skilyrði þar sem horft er til hagsmuna bæði fyrirtækja og launafólks. Og það og hefur verið skoðun Alþýðusambandsins að í þeim alvarlegu aðstæðum sem við búum við verði þjóðin að hafa kjark til að horfast í augu við blákallar staðreyndir, bregðast við þeim og leita nýrra leiða. Og þó aðild að ESB sé ekki gallalaus má nú flýta uppbyggingu efnahagslífsins. Verðandi er heilla þegar til framtíðar er litið. Þannig getum við með ábyrgri afstöðu og á lýðræðislegan hátt byggt hér 13 samfélag. En góðir fundarmenn, íslensk verkalýðshreyfing lítur víða og lítur lengra. Í dag 1. maí er verkafólk og öll alþýðumanna í víða vörum að vekja athygli á kvöðra sínum og barnamálum. Í ávarpi Alþjóðasamtaka verkalýðsfélaga í dag kemur fram að 10 milljóna starfa hafa glatast vegna græðgi og vanhæfni stjórnanda sem hefur eftir áratug tiltakanna og óheft markaðsbúskapar leitt heiminn í djúpa efnahagslægð. Fátækt og ójöfnuður hefur aukist hratt og vinnandi konum og mönnum fyrir víða heimslanda fram fyrir auknu óöryggi sem engin fordæmur fyrir í seinni tíð. Hinn alþjóðlega verkalýðshreyfing krefst umfangsmikilla og samhæfðra aðgerða til að lyfta heiminum upp úr þessari kreppu. Ríkisstjórnin verður að stuðla að því að launafólk hafi vinnu og þær verða að skapa ný störf til að koma í veg fyrir enn dýpri og varanlegri kreppu. Víða heim er réttur verkafólks til að vera í verkalýðsfélögum og semja kaup og kjör virtur á vettvegi. Og forystumenn stéttarfélaga fangelsaðir og myrtir. Við þessar aðstæður skiptir alþjóðastarf verkalýðshreyfingarinnar æ meira máli. Alþjóðleg verkalýðshreyfing, dektur í lýðræði og sömu grundvallarréttindum fyrir launafólk alls staðar í heiminum.